Já, kæra áhörundur, velkomin á leik Víkings og Aftureldingar í þriðaflokki kvenna hér í Víkinni. Við reynum að senda út sem flesta leiki, bæði í meistaraflokkum og reyndar alltaf í meistaraflokkum og einnig í yngri flokkum og lýsa þeim sem við höfum tök á að lýsa. Nú, leikun er hér hafinn. Víkistelpur byrja með boltan. Vestera á miðjunni. Númer 11. Ástrós Birta, númer 9. Sem missir boltan klaufalega núna. En nær að hindra sóknu Aftureldingar. Mikla herfylgi. Við erum því miður ekki með nöfn Aftureldingar á leikskýrslunni sem við vorum að prenta hér út, þannig að þarna skora komum vel inn úr vinstra horninu og Afturelding skora og kemst yfir 1-0. Það er einhverju vandræði með rafmagnsklukkuna, þannig að við teljum mörkin hér niðri á ritaraborðinu og staðan er eins og segi 1-0 fyrir Aftureldingu. Birta, Ester, Kristín, Ester, Birta, Ástrós Birta, Kristín upp og gett skot hjá Ástrósu en Sigurlaug kemst, tekur boltan á horninu og leikurinn á miðjuna og kemst í gegn og skorar fyrsta mark Víkings. Staðan er 1-1. Nú vegna þess að klukkan er ekki að tíma hér uppi þá vitum við ekki alveg hvernig leikurinn, það er að segja tímasetningu í leiknum, hvernig hann er búinn. Það verður bara dómararnir sem sjá að flauta það af. Nú þarna klikkuðu Aftureldingsstelpur í horninu ágætt færi sem Hafdísuld varði. Slæm sending frá Ester og neðarlega og þeir út af og Víkingar missa boltan. Afturelding byggir upp sókn. Nú síðan er komin með nöfnin hjá Aftureldingu. Hér í vinstra horninu er númer 14 er Nanna Björt Ívarsdóttir. Hér númer 21 og með boltan er Emilía Guðrún. Númer 16 þarna á miðjunni er Tóri Lind. Það Víkinga að vinna þarna, verja skot Aftureldingar og Ester kemur hér fremst í hraðaldi og skoraði miklu öryggi og staðan orðin 2-1 Víkingi vil. Nú svo áhorfendur átti sig á því hverjir er að spila, þá er hérna lengst til vinstri Greta Hafsdóttir númer 6. Ragnheiður Harpa Þorsteinsdóttir númer 5. Ástrós Birta Birgisdóttir, númer 9. Ester Inga Ögmundsdóttir, númer 11. Og inn á núna er Kristín María Þorsteinsdóttir, en þarna kemst Afturelding í gegnum vörn Víkinga og skora á jafna 2-2. Það var leikmaður númer 21 Emilía Guðrún Hauksdóttir. Víkingstelpunar koma boltanum hér í gang og láta hann ganga hér fyrir utan vörnina undirbúa sókn. Ester, Ástrós Birta, Ester og það Ástrós það fengu Kristín að koma boltanum inn á Ragnheiði Hörpu en tókst það ekki en það var brotið á henni, þannig að Víkingar halda boltanum. Ástrós Birta, Ester, Ragnheiður og það var Ástrós Birta reynir þarna skottilraun, fannst nú vera dálítið hangið í henni en líklega ekki nóg til þess að fá dæmt aukakasta. Þarna komst í gegnum vörnina glufi í vörninni, ég nú séð nú ekki númerið hver það var. Númer 71 Kristín, nei þetta er, jæja. Það fengum dæmt réttilega vítakast þarna. Ég var að reyna að finna hver að var sem komst færið á fyrsta vítakasti, finna út úr því eftir. En
en Afturelding skorar af öryggi úr vítinu. Það er leikmaður númer 14 Nanna Björta Ívarsdóttir. Staða 3-2 fyrir Aftureldingu. Nú Ester, Ástrós Birta yfir Gretu, Ástrós Birta, Ester, Kristín sem að rétt heldur boltanum, Sigurlaug og stórskotslegt skot hjá Kristínu. Stekkur upp hérna fyrir utan og skýtur niður í vinstra hornið til vinstri og örugt og gott mark og Kristín jafnar metið 3-3. Glæsileg línusending hjá Aftureldingu sem að skora stöngin inn. Það var leikmaður númer 14 sem átti þessa, Anna Björk sem átti þessa sendingu og sá ekki alveg hver það var sem að skoraði. Nú þá er bara að byggja upp sóknina nýju, láta boltan rúla hér fyrir utan og svo kemur Sigurlaug hleypur inn á línu. Það eru núna 2 á línu. Ástrós er með miklu krafti, fitta sig í gegnum vörnina og skorar af miklu öryggi og kemur Víkingstelpum í 4. Jafnar fyrir Víkingstelpur, staðan er 4-4. Þetta var mjög vel gert hjá Ástrósu Birtu. Hún er kröftug og ákveðin stúlka. Og ónákvæm sending hjá Aftureldingu og Víkingarna á boltanum. Ester er fremst og stekkur upp fyrir utan, áttaði sig ekki því að hún var bara einn þetta, var að bíða eftir Samir til að gefa á. En skot hennar fer framhjá og allt of löngu færi. Áttaði sig ekki að því hún hafði séns á því að stinga niður boltanum og koma nær markinu. Opnaðist vörn Víkinga illilega. Það er stimplun hér frá vinstri til hægri og það var leikmaður númer 21 Emília Guðrún sem að skora þarna miklu öryggi. Galopnaðist vörnin hjá Víking á miðjunni eftir að hafa staðið af sér árásina í horninu hægra megin. Nú það er staðan 5-4. Aftureldingu vil Ester, Ástrós Birta og yfir á Gretu og Greta í góðu færi og skorar af öryggi. Glæsilegt marki á Gretu hér í hægra horninu. Hún er rétt hend en spila samt hér í hægra horninu og átti ágætt. Nú boltaninn. Horninu. Bakkinn hjá Aftureldingu stimplaði á Gretu sem þurfti að fara í hana og þá opnaðist hornið hér vinstra megin. Mikið pláss en ágætt skot í stöngina og hefnar Afturelding stelpur. Nú staðan 5-5. Nú Ester, hún á nú til að spinna sig gegnum vörnina á mjög góðar fintur ofta tíðum og hún upp í skoti Kristín en beint á markvörð Aftureldingar Akvile Molici. Vonandi byrjar svona þokkalega fram. Nú þarna 28 hægra megin Ragnhús Brá á miðjunni númer 76 er Brynja Sóley. Nú Ester enninu sem komur hraðbólk og núna fór hún alla leið og skorar af miklu öryggi og kemur Víking yfir í 6-5. Nú aftur slæm sending hjá Aftureldingu sem að Ester fljótist fram og nær og kemst í gegn og skorar af öryggi og gult spjald á Brynju Sóley sem að fylgdi Ester mjög vel eftir en braut hins vegar ekki illilega. Þá hefði þetta sjálfsögðu orðið 2 mínútur en gerði þetta þvingaði hana svona til þess að fá þrengra skotfæri en það duði ekki til því Ester skoraði miklu öryggi. Nú þarna reynir leikmaður númer 28 Agnes Brá Jónsdóttir að spinna sig gegnum vörnina en mistókst. Nú boltinn gengur hér undan Kristín, Ester, Ástrós Birta, Ester og Kristín og út í horn og Sigurlaug og ekki nógu nákvæm sending.
en Sigurlaug nær boltanum samt og þrumu skot frá Ester í stöng. Ástórsbyrsta reynir að komast í gegnum Glug á vörnunu en vörnu afturhendingar lokar því færi og kom boltanum út á Gretu sem að heldur boltanum leik. Aðeins þetta var sending, ekki nógu góð sending, aðeins kæruleysi hjá Ástórsbyrstu og sendir inn á Ester. Líklega gert ráð fyrir því að Ester tæki skrefið fram í boltan að vörninni en þetta gerist. Og aftur, þetta aftur það var leikmaður númer 21, Emília Guðrún sem skoraði þarna. Þetta aftur svipað og var hér 2-3 sóknum síðan þar sem að hún fittar sig inn á miðjuna og það ekki gengið út á mótunni. Hún komin inn á 7 metra og þá stutt í markið og hún skaut þarna ágætu skoti og skorar ekki séns fyrir Hafdísi Huld að verja þetta. Nú Víkingstelpan aftur komin í laust, leysir inn og Sigurlaug. Ester finnur þarna glufu á vörninu og skorar að miklu öryggi. Þetta mjög vel gert hjá Ester. Hún snögg og nýtir oft þessi færi ef hún sér glufu á vörninu þá hún snögg að koma sér í gegnum það. Þess að geta Ester spilar líka með meistaraflokki kvenna og hefur átt mjög góða leiki núna í vetur. Meistaraflokkur kvenna var að spila við HKU í gær og tapaði grátlega 26-25. Nú Ástórsbirta tekur hérna vel á móti vinstri skyttu Emíliu vinstri skyttu afturheldingu. Ester bolta fram, Ástrós kominn í gegn og skorar, snýr sig fram hjá Brynjusóli sem að reyndi að þvinga hana út í horni hægra megin en Birta tekur bara snúning, hreinlega heila snúning yfir á miðjuna og skoraði af öryggi í hornið vinstra megin niðri. Víkingsstelpur núna komnar yfir 3 mörkum yfir, staðan 9-6 en við vitum ekki alveg hversu mikið liðað leiknum þar sem að vallaklukkan en einu sinni opnast aðeins niður en nýtti það ekki. Greta reyna að hringa út vinstra hornarmann afturheldingar hana Nönnubjört en það duði ekki til, hún skoraði þarna gegnum klofið á Hafdísi Huldi. Nú staðan orðin 9-7, minkar niður 9-7. Víkingstelpur með að láta boltann ganga fyrir utan. Ester ógnar, reynir sendi ekki á og Ragnhildur var nógu grimm, náði boltanum. Það var sendingin frá Ester sem að náði ekki alla leið. Það fór nú í fæturnar á varnarmann afturheldingar og ekki dæmt neitt en af miklu herfylgi náði Ragna Harpa boltanum og fiskaði víti og Ester skorar úr því víti af miklu öryggi og staðan orðin þá 10-7 Víking í vil. Og hér nummer 14 Nanna Björt, miðjunni 76 Brynja Sóley og hérna vinstra megin fyrir utan Emília Guðrún. Enn einu sinni slög sending í sókninni og afturheldingu og Ester nær fyrstan á boltanum, mjög snögg og ákveðin fram nær boltanum þarna og skorar úr opnu færi og staðan 11-7 Víking í vil. Nú þjálfari afturheldingar tekur eðlilega leikhlé núna. Væntanlega fer hann yfir þessi síendurteknu mistök eða sendingamistök afturheldingar í sókninni sem hefur kostað þau að minnsta kosti 3 ef ekki 4 mörk. Það sem að þær hafa verið að spila hér fyrir utan og sending frá bakkinum hægra megin hefur verið of aftarlega og Ester af sínum alkunna krafti verið fyrst fram í boltan, hirtan og skorað.
Nú, leikurinn hefst að nýju eftir leiklega eftirheldingar. Staðan er 11-7 Víking í vil. Nú just aðeins reyna að koma klukkunni stað. Já, nú er hérna vallaklukkan að komast í gang, þess vegna er þessi liti lengri töf. Sjáum það eru 13,5 mínúta liðin að leiknum og staðan er 11-7 Víking í vil og hlutinni þá loksins komnir í lag. Þannig að þetta er venjulega rúm mínúta. Nú, afturhelding leysir þarna, það leysi upp inn á miðjuna, þessi blokkering á, já, þarna var vel lukkuð blokkering hjá afturheldingu. Leikmaður númer 33, Kolbrún Elva, spansið í gegn meðan Ástrós Birta stoppaði hana ólöglega og réttilega dæmt víti. Og það er Nanna Björt sem að skorar af öryggi þessu víti og minnkar munin fyrir afturheldingu í staðan 11-7. 11-8 sé ég, 11-8. Nú var ég að horfa á töfluna sem að þessa handvirku sem að var hér fyrir hluta leiksins þar sem að hún fór ekki á skang þessi vallaklukkan. En þarna vel stimplað, Ástrós nær að spinna sér þarna í gegn, hún hafði 2 möguleika, sá glöð í vörninu sem nýtti sér, var búin að draga í sig varnarmann í horninu þannig að það var líka autt hornið þar sem að Rebekka hefur nú skipt við Gretu og ekki nógu góð sending hjá Ester, hún var úr lág og Rebekka missir af boltanum og Víkingar komnir í vörn aftur og afturheldingin komið boltan og geta nú minnkað munin. Nú þarna er hún komin í hornið, þarna er fótur á Ragnari. Nú er hún komin í hornið, hún Nanna Björn sem hefur staðið sig alveg ágætlega hérna fyrir utan sem útispilari, greinilega fjölhæfur leikmaður. Nú boltinn hér yfir, það er Emilía sem sendir þvert yfir völlin yfir á Erlu Malen sem átti gott skot sem að Hafdísvöld varði í slá. Upp úr þessu fá Víkingsstelpur hraðhlaup og það er nú Sigurður sem að slúttar því með öruggu marki úr vinstra horninu. Og þarna er Nanna Björt, Emilía yfir á Brynjarsólu sem setur boltan áfram og reynir skot af vörninni og boltinn fer í bringuna. Já, hún aðeins datt út í nokkuð sekúndu brot. Hún Ástrós Birta en það nú meira en 1 skot í hana til þess að hún hætti að spila handbolta, komið út af. Hún er hörkutól þessi stelpa eins og það er reynda flestar Víkingsstelpurnar. Nú boltinn gengur þarna vel en góð færsla í vörninni hjá Víkingunum og Ester stöðvað núna sóknar aðgerir afturheldingar. Þetta var góð varnarvinna þarna. Ester farin að aðeins örlítið aggressíveri núna aftur framar á vörninni. Þarna er sending sem að reyndin á línu en fer í fótinn á Rebekku og réttilega dæmdu fótur og Ester, jæja. Þarna var það Emilía Guðrún sem átti gott skot á miðjunni, örugt mark vinstra megin uppi í markið. Hafdísvöld átti ekki möguleika í þennan bolta en staðan 12-9, að þriggja marka munur og Víkingsstelpur með boltan. Láta hann ganga hér vel fyrir utan, Rebekka leysir inn á línuna og Ester og Ástrós Birta sem að lætur verja hjá sér, var komin í ákvæmstunum færi hérna í hægra horninu en mjög góð markvörsla hjá Akvília. Nú hér er það byrjar sóknin, enn einu sinni
Klaufalegt og kæruleysilegt útkast hjá Hafdísi Huld og afturhelding nær aftur boltanum. Hefði aðeins átt að bíða örlítið lengur og gefa öruggasendingu á varnarmann sem var nær línunni, en svona, það stundum tekur maður sénsinn að senda langa sendingu fram sem oft gefa reyndarmörk. Nú þarna Kristín, stendur Kristín af sér árás frá afturhendingu sem ekki alveg hver að var sem að þarna hennum ekki sé ekki elvi númerið, en hér vinstra megin Nanna Björt yfir á Emilíu og Emilía yfir á Brynjusóli og boltinn gengur ágætlega. Ástrós vel þarna út í, fer vel þarna út í Emilíu, vinna boltan yfirgengarnir og Ester enn einu sinni lang fremst, langsnöggust að átta sig nær þessum bolta og ef ég man rétt þá er þetta fimmta hraðaupplaupsmark Ester þar sem hún hefur náð boltanum þarna frammi við og hreinlega stungið leikmenn afturheldingar af og skorað að miklu öryggi. Staðan 13-9 og rúmlega 10 mínútur eftir af leiknum, af fyrri hálfleiknum. Nú, þarna reyndi Emilía skot, fór í vörnina og Hafdís Huld áttu ekki neinum erfiðleikum með að verja þennan bolta og Víkingarnir vinna boltan. Hef ég hérna sókn aftur og geta aukið muninn í 4 mörk, staðan 13-9, Víking í vil. Nú Ester inn, þetta var Ester, Ester tók mikillinn með snögga fittu, spinnur sig í gegnum vörnina og skorar mjög gott mark en eitt. Mikið snillingur Ester. Nú afturhelding aftur með sama kjör áðans, það vantar að leysir hægra horni upp ef mann þetta rétt bolti gengur yfir. Þarna var hún Ragnheiður aðeins harkaleg við línumann afturheldingar, aðeins hjálpaði henni á hlaupinu þannig að hún hrasaði og það dæmdi aukakast. Það var í uppsiglingu sóknaraðgerðir hjá afturheldingu. Nú það ná að koma boltanum vel út í vinstra hornið og það er Nanna Björt sem að skoraði þarna úr þröngu færi, gerir það vel. Staðan 14-10 Víking í vil. Kristín, Ester, Ástrós Birta, Ester, Kristín og ógnar markinu og kemur með skot nánast upp úr þurru, gott skot sem að hvíla markmaður afturheldingar sá ekki við, bjóst greinlega ekki við skotinu. Gott mark á Kristínu og kemur Víkingum 5 mörkum yfir, 15-10 Víkingstelpum í vil. Víkingstelpurnar í þriðja flokki núna hafa verið að sýna góða framfarir í vetur. Þetta er ungt lið, það eru þarna nokkra sem eru ennþá í fjórða flokki. Það er, víti, þetta er víti, réttilega víti. Gjarna vilja halda markinu. Já, ég var að segja það eru ungar stelpur þarna líka, Kristín sem var að skora hér í síðustu sókn, hún er ennþá í fjórða flokki og það sama má segja með hana Ragnheiði, línumanninn Ragnheiði, hún er einnig ennþá í fjórða flokki og ef ég man rétt þá er Rebekka þar einnig, þannig að þarna inn á vellinu núna eru þá 3 stelpur sem ennþá í fjórða flokki og boltinn látin ganga vel hér fyrir utan. Ester, Kristín með skot rétt framhjá, stöngin út af. Mjög efnilegur leikmaður Kristín, hávaxin og á góð skot utan af velli og á eftir að bæta sig vonandi væntanlega mjög mikið verður
verður ennþá hættulegri þegar hún bætir við reynslu. Og Ester enn einu sinni að ná boltanum af sókn afturrefningar og tekur hér enn eitt hraðahlaup sem að endar með marki og kemur Víkingum aftur í 5 mörk yfir. Staðan er 16-11 þegar tæpa 23 mínútur eru liðnar af leiknum. Nú afturrefning lætur boltan rúmlega hér fyrir utan. Það truflaði greinilega dálítið. Þarna það aðeins veikleikið þetta núna vinstra megin. Það opnast of mikið Víkingsvörnin og núna í þrígang hafa afturrendingsstelpur í raun og bara labbað í gegnum vörninni, gegnum glufuna. Uppskáru víti í síðustu sókn og núna skoraðu bara beint úr þessum í gegnum þennan veikleika Víkingsstelpuna. Já, það er eiginlega bara margföld klipping þetta núna og Kristín endar með mjög föstu skoti í stöng og út en Sigurlaug sem betur fer þá nær Sigurlaug boltanum og kemur aftur umferð. Ester á miðjunni, fittar og komin alla leið inn. Það var búinn að taka 4 skref þannig að það er réttilega dæmt hér aukakast. Hefði ekki þótt að hún hefði komið boltanum mark þá hefði það ekki staðið. Það er bara leyfilegt að taka 3 skref í handbolta. Og aftur fittarinn kemur boltanum síðan áfram á Ástrós sér Ástrós sér að miðjumaður afturrendingar var að klippa Ester út og kom boltanum bara beint yfir á Kristínu. Nú Ester tekur nú að skarið og það fór enginn á móti henni. Hún kom inn að vítategnum og þá er ekkert annað en að skjóta. Fast skot hægra með niður og öruggt mark og staðan nú 17-12 en 5 marka munur þegar að 5,5 mínúta er eftir að fyrir hálfleik. Mikið eftir þessum leik reyndar og allt getur gerst. En Ástrós gekk hérna út á móti Emilíu Guðrúnu, skiptu afturrendingar og svo heppin að fá kannski ekki gult spjald þarna. Hún var aðeins fann að hanga aftan í henni. Nú það láta boltan ganga vel og enn einu sinni er það Nanna Björns sem að skapar færi og usla í vörn Víkinga. Hún var áðan inn fyrir utan sem skytta og stóð sér vel þar og núna í horninu og hefur staðið sér vel. Nú Rebekka kemst þarna inn í sendingu, langa sendingu, afturrendingar og slæðir boltan út af. Það er skorað þá ekki á meðan. Og þarna er það Nanna Emilía sem á Emilía Guðrún fer upp í skot, gott skot og skorar með góðu skoti. Hún var reynda komin inn, langt inn fyrir punktalínu og því góðu skotfæri og þarna hefði Víkingsvörnin átt að gera betur, ganga aðeins út á mótinni. Þótt að vera ekki annað en að færa að þingana til að taka skotið utar heldur en þetta. Það er dálítið erfitt fyrir markmenn að fá skot á góðu skyttum sem kom á ferðinu og fá að athafna sig alveg inn að 7 metrum, langt inn fyrir punktalínu. Nú Sigurlaug fittar sig í gegnum glæsilegt mark hjá Sigurlaugu. Hún þykist ætla að sækja inn á miðjuna og gefa boltan en fittar síðan aftur tilbaka inn til vinstri og kemst þarna í gegnum vinstra hornið og skorar stórglæsilegt mark. Nú afturrendingar gerir aðeins breytingu uppsetningunni. Nanna Björk aftur komin á miðjuna og lætur boltan hér gangi yfir Emilíu og Emilía aftur með boltan ógnar og Nanna nær að halda, ekki alveg nógu góð sending en góð hugsun hjá Nönnu sem reyndi að keyra hérna upp hraðan, væntanlega með það markmið að opna færi í vinstra horninu en það tókst ekki. Sendingin ekki nógu nákvæm. Kristín komin upp í góð línusending inn að Ragnheiði sem skora miklu öryggi. Þær vinna oft mjög vel saman, þær tvær Kristín og Ragnheiður enda búin að æfa og spila saman. Já, vantarlega meira og minna sína handknattleiks tíð. Eru ennþá báðar í fjórðaflokki þar sem að
það maður sé oft á tíðum mjög skemmtilegt samspil þeirra á milli. Nú Afturelding heldur sig áfram, Nanna hér vinnur mannin en sem betur fer ná varnarmenn Víkings að stöðvana. Var búinn að draga þessu hornamanni þannig að hornið var orðið frítt en hún er ekki að koma boltanum þar yfir. Nú að rúla hér áfram, Ester pressar fram sem að trufla dálítið leik Aftureldingu. Nanna reynir línusendingu en í fæturnar á Ragnheiði þannig að það er dæmdur fótur réttilega. Boltinn komið Nanna, ógna á, heldur ekki alveg boltanum en með mjög góða línusendingu en úr opnu færi er skot hjá henni. Ester enn einu sinni á fullu í gegnum vörnum, það er brotið á henni en mjög vel varið hjá Akvíle. Já, það sé hérna á þeim Lára, línumæður Aftureldingu var komin hérna ákveð svona færi en skauti stöngu út aðeins óöppin en við syrgjum það ekki hér Víkings megin. Staða 19-13 Víkingi vil þegar 2,5 mínútur eftir á leiknum. Kristín Ástrós í gegn reynir greinlega reyna að koma sendingu inn á Ragnheiði en fer í fæturnar á Láru og dæmdur fótur. Víkingar halda boltanum. Þeim liggur þannig ekkert á, það er betra að taka góðan tíma og skora örugt mark en þarna hárbolti inn í horni. Ester komin, þetta var góð hugsun en boltinn aðeins og framalega fyrir Ragnheiði. Þetta hefði geta verið skemmtilegt en gekk ekki alveg upp, það gerir það ekki alltaf í línuspilinu. Það hefur gott fyrir Víkingsstelpurnar að fá eitt mark í viðbót og leiða leikinn enn betur en núna. Staðan er núna 19-13. 6 marka munu fyrir Víkingsstelpur og réttum þar 35 sekúndur eftir. Það var rétt Ástrós stöðvaði þarna Emilíu og Afturelding fær aukakast. Nanna reynir línusendingu á Láru en þær eru 2 harðar af sér þarna Ragnheiður og Ástrós sem að stöðvana þannig að það ekkert úr því. 5 sekúndur eftir þannig að það verður að fara að koma skotið og Víkingsstelpurnar fara á móti. Þetta var mjög vel spilað hjá Aftureldingu, það var þitt og góð sendingin á línuna en því miður fyrir Aftureldingu þá skaut Lára yfir á síðustu sekundu leiksins. Það er komin hálfleikur hér í Víkinni, staðan er 19-13 Víkingsstelpum í vig eftir ágætan fyrrihálfleik. Hér eru að spila Víkingar og Afturelding og Víkingar leiða með 6 mörkum. Það er gott veganesti inn í síðari hálfleikin. Ef við tökum síðan aftur við hér þegar leikurinn byrjar eftir leikhlé.
Já, þá að byrja hér aftur leikur Víkings og Aftureldingar í þriðja flokki kvenna hér í Víkinni. Staðan 19-13 Víkingi vil. Nú Afturelding byrjar hér með boltan. Þær hafa átt ágæta spretti hér í fyrri hálfleik en hafa brent sér dálítið á því. Þarna fór Greta klaufilega út og skildi eftir hornið og Ragnheiður var ekki nógu fljót að reyna að loka því. Það fengu gott færi við Aftureldingsstelpur en hún Hafdís sá við þessu með góðri markvörslu. Þannig Kristín yfir á Sigurlaugu sem skýtur yfir. Það var nú ekki. Var þetta í ágættu færi, búin að vinna færi inn í vinstra horninu en skot Sigurlaugar fer yfir. Nú, það tilvæm til línusendingar hjá Aftureldingu, ekki nógu góð, fer ekki getna klóðlínumassins og Víkingar með boltan, Kristín, Ester á kraftinni og þetta var sending yfir á Gretu en varnarmaður Aftureldingar setur fótinn fyrir. Það ein af betri leikmönnum Aftureldingar Nanna Björns sem að setti fótinn þarna fyrir og fær gult spjald fyrir vikið. Næsta inn Ástrós Birta og Ástrós reynir að komast inn í gegnum vörnina en Aftureldingsstelpur loka þessa glufu sem að Ástrós sá. Ester og Kristín af markinu, Ester, Ástrós. Nú Sigurlaug leysir inn og tvær á línunni, 4-2. Kristín fer þarna upp í skot sem ekki nógu hitmaðinni fast en fyrir vörnina en Víkingar halda boltanum. Ester, Kristín og þarna var búin að galopna hornið og Sigurlaug lætur ekki svona tækifæri fram hjá sér fara, skorar að miklu öryggi. Hún ætlar ekki að klikka tvisvar í röð, gerir það náttúrulega ekki og kemur Víkingum í 20-13 nú þegar að 2 mínútur eru liðnar á síðari hálfleik. 7 marka forysta hjá Víkingsstelpum. Afturelding leikur boltan. Ætlaði að senda þarna inn, það var góð rykking á línunni og augnablik var hún Lára frí á línunni en Víkingsstelpur lokuðu á hana og það var skref. Ester með boltan framhjá, skot, komin ágætt færi en skýtur á nokkuð skot og tölur framhjá markinu og Afturelding aftur komin í sókn. Nú hér númer 28 Agnes Brá. Nanna sem ræðst á, þetta var hún Emilía sem gerir árás á vörnina, kemst vel inn fyrir puntalínu og nær góðu skotu og skorar á mikla munin í 6 mörk. Víkingar 20, Afturelding 14. Nú dómarar stoppa leiki núna, það eitthvað ég væntanlega vatn á gólfinu. Rigning, það alveg ljóst, það löngu ljóst í okkar huga Víkinga. Það komin tíma á það að skipta þak á Víkinni. Lekur hér á nokkru stöðum og sem að ekki nú gert ráð fyrir að það sé rigning í innihúsi. Það vonandi að Reykjavíkurborg hjálpa okkur með það að koma þessu í stand sem fyrst en þak eiga að halda og þetta ekki einu sinni flatt þak. Nú Víkingsstelpur setja aftur boltan í gang, þær eru yfir 20-14 og mikilvægt fyrir þær núna að vanda sig í sókninni og gera ekki mistök, halda þessu mun að minnsta. Ester mjög hreyfanlega á miðjunni inn á Ragnheiði, Kristín og Kristín með sendingu inn á Ragnheiði. Hún séð þetta áður hjá þeim en Ragnheiði næður ekki að skora en var búinn að draga í sig hornamenninu og hornið var algerlega frítt. Þarna boltinn yfir Gretu, Ástrós, Ester, Kristín. Hún ógnar
yfir á Ester og þarna opnaðist og þegar svona mikið pláss fæst fyrir Ester að þá ekki að sögum að spyrja, hún nær að fitta sig í gegnum vörnina og brotið á henni í dauðafæri og hún fiskar hér víti sem hún tekur sjálf. Og Ester skorar að miklu öryggi, kemur Víkingum aftur í 7 marka mun, staðan 21-14 þegar að tæplega 4,5 mínútur liðnar af síðari hálfleik. Afturhelding kemur hér aftur í sóknina. Númer 28 Agnes Brá, á miðjunni númer 16 Tóri Lind. Hún gefur boltan hér yfir á Agnesi. Agnes sækir að sókninni en Sigurlaug nær að stöðvana og hún númer 33 Kolbrún Elva, hornamaður, hafði leist inn á línuna. Þetta eru snöggar og fljótar að hugsa að taka fríkast sem þau fengu en hún Nanna Björt skýtur vel yfir markið. Kristín kom inn eiginlega gegn en hætti við kemur úr Ester, aftur yfir Kristín út á hornið og þar kemur Sigurlaug og skorar. Þetta var vel spilað hjá Víkingstelpu hérna vinstra megin, ná að draga varnarmann Aftureldingar horninu frá Sigurlaugu, þannig að Sigurlaug hafði gott pláss til að athafna sig og skorar að miklu öryggi og staðan orðin 8 marka munur, 22-14 Víkingi Vil þegar 25 mínútur eftir að leiknum. Þarna var reyndi, ég sé ekki alveg hver þetta var hjá Aftureldingu sem að reyndi ætlaði að komast í gegnum vörnina en bara fór beint á hana. Það var brotið á hana en einu sinni missaði Afturelding þessa, boltinn blir slæm sending og en einu sinni það Ester sem að nær boltanum. Góð varnartilraun hjá Tóri Lind en Ester nær að koma boltanum yfir á Sigurlaugu sem að skorar úr galopnu færi og staðan 23-14 Víkingsstelpum í Vil. Þarna reynir Agnes Brá að komast inn í vörnina en Greta svolítið glannarlega út á móti. Þarna rífur Birta í hendina á Emilíu og fríkast dæmt hefði verið og boltinn þarna var hún Sigurlaug ekki alveg rétt að í vörninni, var að hugsa meira að fiska boltan heldur en að passa mannin sinn og það sýndist mér vera Agnes Brá Jónsdóttir sem að skora þarna gott mark fyrir Aftureldingu og staðan 23-15. Nú Víkingsstelpur láta boltan ganga hér fyrir utan. Þetta Kristín á alveg 2-3 metra sem hún á að geta farið og fitta þessi í gegnum en með hugan eitthvað annað. Þá gera Ástrós það bara í stæðina af mikilvæg hörku en stöðvuð. Og Víking á fríkast, Ragnheiður gefur á Kristín og Ragnheiður aftur. Kristín gefur aftur inn á Ragnheiði og Ragnheiður búin að komast í gegnum vörnina og skorar. Staðan 24-15, 9 marka munur þegar að 8 mínútur liðnar af seinni hálfleik. Og ágætur hraði núna hjá Aftureldingu og það uppskera með marki. Það var hún sýnist mér hún Emilía Guðrún sem að var komin þarna í gegnum vörnina og skora miklu öryggi og minnka munin. Staðan 24-16, 8 marka munur Víkingi Vil. Nú Ester, Ástrós, Ester, Kristín og Kristín kemur yfir á miðjuna og bara tekur þrumuskot af gólfinu sem að hún Akvília markmaður Aftureldingar var í en náði ekki að verja
og Kristín kom Víkingu þá í 25-16. Ester er mjög snögg og hún er mjög dugleg sem Indíáni þarna í vörninu og hefur truflað þessi framliggjandi vörn, hefur truflað sóknu Aftureldingar en það dugði ekki til núna þegar að hún Lára skoraði eftir fína sendingu sýndist mér frá Emilíu en ég var ekki alveg klár því. Nú er boltinn komin í gang aftur, Ester Ástrós spila mikið hérna þráð fyrir utan og síðan koma sóknar aðgerðirnar. Kristín komin í færi og vörnin út á móti Kristínu en þá losnar hana Ragnheiði. Kristín með fína sendingu, þetta gekk vel upp með fína sendingu og Ragnheiði sem skorar og kemur Víking í 26-17. Rétt tæpa 20 mínútur eftir af leiknum. Þetta er Agnes frá miðjunni, hér er horninu númer 33 Kolbrún Elva, 76 hér hægra megin fyrir utan Brynjar Sóley. Það er fyrst að koma og það gengur upp. Það gekk hérna upp en þá stimpluðu hratt á Víkingsvörnina og voru búin að galopna Víkingsvörnina Aftureldingarstelpur. Þarna fiska það víti þegar fekk boltan. Þar hún Arndís sýndist mér væri en það var ekki einungis það að fengu þessa glufu sem að gaf þeim víti. Það voru 4-5-6 metrar auðir í hægra horninu þannig að ef hún hefði komið boltan út í hornið þá hefði hornarmaðurinn haft allt það pláss sem hefði þurfti til að skora. Nú Víkingstelpur aftur komnar hér í sóknina og það er sama kerfi áðan, Kristín inn á miðjuna, hún kemur upp. Það er hangið í henni. Það var hún Emilía Guðrún sem ætlaði ekki að láta Kristínu komast upp með þetta eða neitt. Nú aftur er kliftin, hún kemur Kristín inn á miðjuna en Ástrós heldur hérna áfram inn sér glufu, stingur boltanum niður og fer í löppin á varnarmanni Aftureldingar og það er dæmt réttilega fótur. Nú Greta leysir hér inn á miðjuna, inn á vörnina og Kristín notar tækifærið meðan varnarmenn Aftureldingar er hugsun Gretu fær að athafna sig langt inn í teig og skora miklu öryggi eins og henni er von að vísa. Og hér þegar Emilía yfir á Agnesi Brá aftur á Emilíu og kemur boltanum áfram yfir á Brynjar Sóley sem á ágætt skot sem fyrir slá og síðan markmann og Víkingar halda boltanum og þetta var stórglæsilegt mark hjá Sigurlaugu. Hún stekkur upp á hægri fæti inn í fótið upp í loftið og horfir vel á markmannum með fastskot upp í skeytin. Það var sérstaklega vel gert hjá henni úr hraðahlaupi sem kom eftir slávarskot Aftureldingar. Og enn einu sinni er það Víkingstelpurnar sem eru grimmari að boltan í frákostunum. En þetta var hún ekki alveg á að ætti að ganga upp. Hún Emilía sýnist mér þetta að vera sem að fekk frið til þess að stökkva upp og skjóta inn í teig einu sinni enn, ekki nógu vel gengið út á móti og staðan orðin núna 28-19. Það er enda nýjumarkinn Kristín nær búin að missa boltan. Greta leysir inn og Kristín fer þá yfir á Ester, Kristín og blokkarinn hjá Gretu sem gefur Kristínu skotfæri en skot hennar sleikir vinkilinn. Þannig að Emilía nú 21, síðan ekki alveg líkla en annað í horninu. Emilía aftur með boltan, reynir inn, þetta var svona svolítið djart að ráða svona beint inn á vörnina. Það hætta því að fá á sig dæmdan ruðning en í þessu tilfelli var reyndar réttilega dæmdur
dæmdur aukakast. Nú að reynir, það sending, reyna línusendingu, Greta nær boltanum yfir Ástósu. Vörnin Nanna sem að stöða hraðarhlaup, brýtur á Gretu eða reyna að brjóta Gretu og tefur hana og Víkingar aftur komnar með boltan við staðan 28-19 þegar að það rúmlega korter eftir á leiknum. Nú þá er komin hún Helga Lúðvíka Hallgrímsdóttir, mjög öflugur leikmaður. Hún er ekki lengi að stimpa sig inn í leikinn, spinnur sig gegnum vörnina og fær dæmt á sig víti. Helga Lúðvíka hefur ekkert spilað fyrir núna í þessum leik en er mjög sterkur leikmaður. Ester skorar hér örugt úr vítinu. Ég var að segja það að Helga er mjög öflugur leikmaður og spilaði nær allan leik meistaraflokks kvenna í gærkvöldi, leik meistaraflokks Víkings gegn U-liði Hauka og átti ágæta leik sem að Víkingsstelpurnar töpuðu því miður meira marki. Nú þetta var mjög vel gert, mjög vel spilað á milli Emilíu og Láru og afturhelding minnkar muninn og hanga áfram í þessu sami munur sem 9 mörk sem að Víkingar hafa nú í forskott og afturhelding ætlar greinilega ekki að láta þær rífa sig lengra frá. Greta hleypur inn á tvöfaldri á línunni. Helga Lúðvíka kemur boltanum aðeins. Helga nær aftur boltanum Greta og Helgu sem að kemur síðan inn á boltanum inn á Ragnheiði og sem að skorar af öryggi og staðan 30-20 Víkingsstelpum vil. Já, ég var að segja það áðan að Helga var að spila nánast allan leikinn með meistaraflokk kvenna í gær og þess vegna væntanlega verið hvíld fram að þessu og það kom ekkert að sök. Kristín var búin að standa sig vel og skila hlutverki sínu vel en eins og segi hún og Ester hafa verið að standa sig gífurlega vel með meistaraflokki kvenna í vetur. Nú þarna enn einu sinni gott skot frá Emilíu. Þetta greinilega gott efni hjá afturheldingu. Hún búin að raða inn mörkum þarna í skyttinu vinstra megin fyrir utan. Nú boltan Ester, Helga og þarna var nú reyndar galopið horni orðið en einnig möguleika að gefa inn á Ragnheiðar línu sem gerði en það gekk ekki alla leið. Og Ester fittar yfir á Helgu sem að fá mikið plás þarna vinstra megin og skorar af öryggi. Hún sterk og hún snögg á áræðin og fyrsta brottvísun leiksins kominn. Það var hún Brynja Sóley sem að réð ekki betur við Helga þetta og hékk aðeins aftan í henni og fekk réttilega 2 mínútur. Staðan 31-21. Nú gengur Ester og Birta líka auðvitaðlega á Láru sem að vanalega spilar á línuna, komin nú fyrir utan og það alveg greinilegt að hún getur alveg látið boltan ganga þar. Öflugur leikmaður greinilega, sterk. Sækir inn á og með skot, alveg stórklassilegt skot, línumaðurinn að utan, stöngin inn og þótt að afturhelding væri einum leikmanni færri að þá lítur það ekki á sig fá, fengu hana Láru hér út af línunu og hún enda með því að stökkva hér upp fyrir utan og skora og minnka munin í 9 mörk aftur. 31-22 staðan Víkingi vil þegar að 12 mínútur eru búnar leiknum. Það 1 mínúta sem að afturhelding þarf að halda út einu færri og þarna var gott spil hjá Víkingum. Ástrós kemur boltanum inn á Ragnheiði, á henni brotið og fríkastæmt. Nú þarna mjög vel gert, þær eru einum fleiri Víkingar og nýttu sér það núna með stimplun hérna yfir til vinstri þar sem að Helga kemur boltanum út á Sigurlaug í horninu og Sigurlaug kemur inn, fekk ágætt pláss þar og skorar af öryggi. Þannig að fótur, greinilegu fótur á Helgu. Lára var að reyna að koma boltanum út í hornið á
Kolbrúnu Elvu. Það greinilegt og Agnes Brá reyna að spinna sig gegnum vörnina, réttar leitin í vörnina og fá fríkasti til þess að láta tíman líða þar til að leikmaður þeirra kemur aftur inn og það verður jafnmark í liðinu. Það er greinilegt að Lára hefur ekki bara spilað á liðinu gegnum tímuna. Þarna Helga, hún er mjög öflug varnarmaður hún Helga og gefur aldrei neitt eftir og stöðvar þarna hana Agnesi Brá. Agnes Brá með boltann yfir á Nönnu og sem fer upp í skotið og kemur boltanum í marki gegnum klofið á Hafdísi Huld en það reyndar boltinn breytt stefnu af vörninni. Það er erfitt að eiga við slíkt þegar maður er í marki. Staða 32-23 þegar að 10,5 mínúta er eftir af leiknum. Nú Ester, Ástþórsbirta, Ester, Helga ógnandi að dregur þessa vörn og opna fyrir Ester áfram inn á Gretu og Greta inn og á fast skot í stöng. Fast skot í stöng og stöðvar sókn afturheldingar. Kannski aðeins svo mikið harka í þessu en það er betra að stoppa heldur en að fá höfuðplöp og Greta fær hér gult spjald. Nú, þarna var vel lesin á Nönnu. Þarna nær Ester enn einu sinni boltanum og Helga fremst. Við gefur áfram á Gretu, Greta aftur yfir á Helgu og vel spilað þarna hjá þeim úr hraðahlaupunum milli Helgu og Gretu og Helga kemst í færi maður á móti manni á miðjunni og skorar öryggi og staða 33-23. Þetta var mjög fínt spil þarna milli þeirra tveggja, Gretu og Helgu. Hérna Kolbrún Elva yfir á. Þarna enn eitt skiptið er Ester í boltanum en slæðir hann út af þannig að aftur Elding fær innkast 10 marka munu Víkingur þegar rúma 9 mínútur eftir að leiknum. Þetta er Nanna, Greta brýtur á Nönnu, heldur henni vel undan. Nanna, það þarf að passa hana vel, hún getur vel skotið fyrir utan. Þarna var svona, já, þarna var vel gert hjá henni Agnesi Brá. Hún er ekkert mjög íkja fast skot upp í vinstra hornið en það þarf ekki alltaf að vera fast. Það er betra að hafa oft bara hnitt með það. Góð sendingur á Helgu inn á Ragnheiði á miðjunni. Hún hafði þetta 2 góða möguleika. Ragnheiði var nokkuð frí og Sigurlaug einnig í horninu, þannig að það voru 2 ágætu möguleikar hjá Helgu. Nú ástæðan er svo að varnarmenn ganga vel á móti henni eðlilega. Hún er kröftug og hefur verið að skora mörk og fiska víti. Nú Rebekka komin inn á fyrir Gretu, kemur þarna úr hægra horninu á skot sem að er varið örugglega. Nú Ester, mikil grindi Ester þarna og brýtur á Emilíu. Afturredding heldur boltanum. Ester er komin aðeins framar gegn Emilíu og ekki bara á miðjunni heldur fylgir svona henni meira eftir en öðrum þarna frammi. Og enda var Emilía búin að skora þó nokkur góð mörk. Nú þarna Agnes Brá yfir Emilíu og Nanna, Emilía og hún upp í skotið og með örugt gott mark með skotið utan á velli og þetta er nú ástæði fyrir því að Ester hefur verið aðeins að dekka hana meira og betur heldur en aðra þarna. Emilía er bara stórgóð skytta sem að hefur skorið hér nokkuð mörk, góð mörk fyrir utan. Boltinn látin ganga hér Ester, Ástrós Helga áfram með boltan, búin að vinna mannin og Ástrós reynir að snúa sig í gegn en er stöðvuð. Hefur Helga, Ester, Ástrós og nú kemur Rebekka, leysir inn en Helga býður nú ekkert eftir henni, heldur að fer upp í skotið sem að Túrilin ver
Það var ekkert að spila, sagði þjálfari Aftureldingar, en hún var ekkert á því að spila. Hún Brynjar Sóley, hún vildi bara skora og gerði það. Sá þarna það var enginn sem fór á mótinu og lét bara boltan vaða og skoraði ágætt mark og staðan og 33-26. Víkingi vil þegar að rúma 7 mínútur eftir til leiksloka. Munurinn var orðinn mestur 10 mörk hér áðan, en Afturelding hefur saxað muninn. Víkingar halda hér áfram, Helga komin í gegn, en náði ekki skotinu almennilega. Það dæmt fríkast. Boltar hér fyrir utan, Rebekka leysir inn, þannig að það er 2 á línunni og Helga hótar skoti, hætti við og brotið á henni og Víkingar halda boltanum. Og fyrir þær þá er allt í lagi að fá langur skot. Fyrsta hótar skoti en fittar svo yfir til vinstri, fær mikið pláss þeim megin og skorar af miklu öryggi. Þetta er ekki fyrsta skipti sem við sjáum Helgu gera nákvæmlega þetta. Og vandinn sá fyrir varnarmennina, stundu skýtur hún þegar hún ógnar hérna inn á miðjuna. Þarna náði Ester enninu sinu boltanum, en hann fór í fót hennar, þannig Afturelding heldur boltanum. Þetta fer nú að verða erfitt fyrir Aftureldingu, stað 34-26. Þegar réttur að 5 mínútur eftir, þarna var nú dálítill misskilningur á milli dómara. Annar dómari var búinn að dæma að flauta fríkast vegna þess að hún hafði tekið dómarskref og á henni brotið. En hinn ákveði að dæma mark en svona þetta stundu, það er hérna þessi strákar sem að dæma hér gera það ekki alveg á hverjum degi og það er þannig að dómarapör þurfa að dæma dálítið vel saman til að þekkja hvern annan, þannig að svona hluti geta alltaf komið upp. Staðan 34-27, 7 marka munur. Víkistelpurnar klúðruðu þarna þessari sósinni og náðu ekki að halda muninum. Nanna upp og reynir skot sem að fer Ástrós ver í hávörninni, þótt hún sé ekki mjög há. Og því mun kröftugri og Afturelding heldur boltan. Hér kemur Hörn. Nanna sendir, já hún á erfitt með að senda, það er enginn sem hjálpar. En kemur þarna yfir boltanum yfir á Emilíu. En á henni brotni Emilíu hérna upp og skot enn einu sinni gott skot frá Emilíu þarna upp í vinkilinn. Hafdísund átti ekki sénsinn bolta og allt í einu staðan orðið einungis 6 mörk, var 10 mörk þegar að mest var, staðan 34-28 og þetta var fótur, já. Östrós það koma boltanum inn á Ragnheiði en fer í fót á varnarmanni Aftureldingu. Ester með boltan, Helga og taka því bara byggja ról upp sóknina. Ragnheiði kemur hlaupandi á línunni, gefur boltan yfir Ástrósu, hún yfir á Helgu sem að fittar sig enn einu sinni gegnum en búið að flauta, þannig að markið stendur ekki. Þetta var vel gert hjá henni Helgu. Helga og Ester komið hérna vinstra megin fyrir utan, hún getur líka spunnið sig vel í gegnum vörnina sem hún gerir vantarlega, kemur boltan fittar yfir á Helgu og það voru bara að vinna þetta bolta en mjög vel varið hjá markmanni Aftureldingu og enn aftur en ver hún Þórilín mjög vel en þarna hafði verið brotið á Ragnheiði held ég hafi verið og Ester komin á vítapunktinn og skýtur í stöng að þessu sinni og staða 34-28 þegar að 2,5 mínúta eftir af leiknum. Það er of lítill tími til þess að Afturelding geti komið sér inn í leikinn en það er haldið áfram með boltan aðeins vandræðalegt hér fyrir utan hjá þeim í augnablikinu. Emilía ræðst þetta gegn tekur með sér mann, Emilía aftur inn á miðjuna, þarna voru búin að vinna mann og sending inn á línu og það var Kolbrún Elva Lárusdóttir sem skoraði þetta mark. Mér fannst hún að vera stigin niður í teiginn og hefði átt að fá víti en það er í góðu lagi. Þetta var vel gert hjá henni. Nú það alltaf með síðustu sóknunum. Ester ógnar hérna, kemur boltanum yfir horn á Rebekku.
Helga fer á miðjuna, skýtur lúmsku skoti í gólfið og skorar. Staðan hér 35-29, Víkingsstúlkum í vil og rétt rúm mínúta eftir af leiknum. Nú að sjá hvort að Afturelding nær að skapa eitthvað hérna á síðustu mínútunum. Já, það vel leist inn hérna, Nanna leysir þetta vel inn, kemur boltanum áfram á Láru sem að skora á öryggi. Þarna voru að sofandi í vörninni Víkingsstelpurnar. Farnar aðeins að slaka á sem að má aldrei, skiptir ekki öllu máli hver staðan í leiknum. Nú var að koma núna Ásta Fanny Hreiðarsdóttir sem að hefur ekki komið inn á leikinn hér áður. Og Rebekka fær boltan hana úti í hægra horninu og fær galopið færi sem hún skorar ekki úr. Það var bara vel, hún var margar fínar vörslur hjá Tóri Lind í markinu og boltin áfram yfir, Afturelding kemur boltanum áfram yfir og Lára skorar af línunni svona úr hálfgerða hraðahlaupi og gerir það með glöðuriki. Það mega þetta ekki Víkingsstelpurnar að slaka svona á í vörninni þótt að munurinn sinni. Og þessi Helga var með skot í vörnina en fer í fót á varnarmannesku Aftureldingar. Leiknum nú lokið. Víkingsstelpur bera hér sigur úr bítum. Já, þá eftir að taka þríkastið, sjá hvað það verður. Hvað gerir það? Nú Ástrós letur boltan bara rúlla og staðan hér í leikslok Víkingur 35, ÖMFA 31. Víkingsstelpurnar unnu hér nokkuð öruggan sigur, voru á tímabili með 10 marka mun en Afturelding náði að saxa þann mun dálítið yfir með góðum leik og ágætum og góðum leik markmanns og ágætum leik hér úti og það var aðeins svona í restina þegar að Víkingsstelpur sáu að sigurinn væri höfn að aðeins lökuðu aðeins á í vörninu og örlítið meira heldur en minn smekkur segir til um. En við þökkum ykkur sem að heima sitjið og fylgdust með þessum leik. Við minnum á það að nú má koma í Víkina og horfa á live eins og maður segja, lífandi. Það eru nokkri áhundur hér, en bara muna það í næstu leikjum hér að það er aftur möguleiki að koma á pallana og styðja stelpurnar. Nú við minnum enn einu sinni á það að til þess að halda uppi íþróttastarfi sem þessu þá kostar það peninga og við erum að leita til stuðningsmanna Víkings það að í gegnum það sem við köllum blokkina, þar sem unnt að styðja við handboltadeild Víkings með mánaðarlegum framlögum sem eru skuldfæri mánaðarlega, það er blokkin sem er hægt að finna á vef Víkings, Hafnarliðsdeildarinnar og á vef Víkings og síðan erum við þessa dagana að safna í vegginn. Það er að segja við munum hér sitt hvoru megin við klukkuna sem blasir hér á móti. Það munum koma upp tveir skjáir eða tveir fletir þar sem að bæði einstaklingar og fyrirtæki sem að vilja styðja Víking geta fengið nafn sitt skráð gegn hóflegu gjaldi og minni á það að þetta klukkan sem að oft í útsendingu, þannig að það ágætt auglýsing að eiga þar eina litla auglýsingu eða tvær, þannig að þeir sem að vilja styðja við uppbygginguna hér í handboltanum í Víkinni, þá þetta leiðið til þess. Nú það má minna á það að meistaraflokkur karla á topp grilldeildarinnar í handbolta. Þeim var spáð 7. sæti af þjálfurum og aðstandendum annara liða í deildinni en leiða deildina núna eru þar einir á toppnum og hafa verið það nokkurt skeið og við hvetjum stuðningsmenn Víkings að koma og styðja við þá og við stelpurnar okkar
með því að mæta í Víkina og hvetja okkar fólk. Það er miklu skemmtilegra þegar við höfum áhorfendur og góða stemningu eftir alla þessa mánuði þar sem við neyðumst til þess að horfa á þessa leiki einungis í gegnum sjónvarpið. En við í Víkinni þökkum fyrir þetta í dag. Lokastaðan hér, Víkingur 35, Afturelding 31 í 3. flokki kvenna. Kærar þakkir.